Kaffikorg sjálfkjara kaffibrennsla. Við flytjum inn og ristum hágæða kaffi. Þar að auki bjóðum við upp á þjónustu eins og námskeið tengd kaffi, bæði fyrir heimiliskaffibarþjónin eða þá aðalega sem eru með bari eða veitingastæði þar sem ég aðstoða bæði við að framleiða kaffi fyrir viðskiptavini en aðstoða líka við námskeið tengd við að gera espresso og freyða mjólk og alls konar kaffitengt. Ástríða mín fyrir kaffi byrjar held ég bara fljótlega eftir ég var að vinna á Te og kaffi og sá fljótlega að ég var ekki að gera neina flotta bolla en samstarfsfólk mitt var að gera miklu fallegri kaffibolla en allir að borga sama verð fyrir hvern bolla en ég spyr hvar hægt að læra meira og þau segja bara að þá þarf ég að taka þátt í Íslandsmóti og kaffibarþjóna. Þannig ég bara skráði mig til leiks og keppti á Íslandsmóti kaffibarþjóna eftir að vinna aðra helgi í 3 mánuði og stóð mig með príði. En þar allan var þetta samfélagi kringum kaffi og kaffikeppnir og þessi ástríða fyrir kaffi og að læra meira kaffi. Að það byrjaði eiginlega með þessum Íslandsmóti kaffibarþjóna, ég held að það hafi verið 2009. Við flytjum hingað, við kona mín, ég heiti Vala og Rannveig, kona mín, við flytjum hingað í Skagafjörðinn en ég til helsta ástæðan fyrir að koma hingað eru þessi yndislegu tengdaforeldrar sem ég á inn á Krók og þau hafa verið aðalega tengdapabbi en þau bæði hjálpa gífurlega við að byggja upp kaffibrennsluna hérna í sveitinni. Við skerum okkur af með því að vera að flytja inn kaffi sem í hágæða flokki, svokölluðu specialty kaffi. En kaffi allt flokkað eftir gæðum og við kaupum þá kaffi í hæstu gæðum en ristum það í litlu magni af natni til að draga fram náttúruleg bragðeinkenni hvers kaffis fyrir sig eins og þessi Kenya sem ég drekka núna með rosa bjarta og háa sýru og berjatóna sem einkennandi fyrir Keníukaffi. Í dag aðalega hægt að fá kaffi frá okkur hér í Skagafirði en við erum á ýmsum endursölustöðum hér. En einnig búin að tækla svolítið í Suðurlandi, þannig að við erum með kaffi í Njarðvík og einum stað í Reykjavík og svo góð sala á Flúðum. En svo erum við bara að halda áfram að stækka og dreifa úr okkur og gefa öllum að smakka kaffið okkar. En við höldum við séum að gera góða hluti. Það fallegt að vita að hver bolli byrjar hér í litlu brennslunni okkar og endar sem hlýja, bragð og ilmur í höndum einhvers annars.